Það gullituð móð yfir mörkum, það gullituð móð yfir mörkum og kornöxin fullþroskuð falleg og há, þau sig fagnandi teygja mót himninum blá. Ó þessi indæli morgun, allt svo fallegt í dag, sál mín af unaði ómar, allt gengur mér nú í hag. Þarna líkneskum lík stendur hjörðin, þarna Góðan daginn. Góðan daginn. Út að labba í kringu landið eða hvað? Já, það var upphaflega áætlunin og hún stendur enn. Hún stendur Þó að sé svona kannski litla líkur að það takist að fylgja ströndinni í kring. Ég að eldast en þetta þannig að ég og fleira fólk stofnuðum ferðafélag í þessum tilgangi. Og fyrsta gangan var á Akureyri 1. janúar 1997 og síðan erum við búin að ganga öll ár nema eitt og reyndar komu nú fleiri sem voru ekki góð en ég fekk nýja mjaðmalið og það drót alltið úr mér. Já. Og hvað ertu búin að ganga mikið, hvað ertu búin að ganga mikið á Norðurlandinu til dæmis? Já, þetta þannig að ég er búinn að ganga og við, eða ég er nú sá eini sem er búinn að ganga samfellt, svo eru bara hinir og þessi með mér. En við erum, já nokkur, 7 ferðafélagi, 7-8, ég man ekki hvort. Ég er búinn að ganga frá Vopnafirði og alla strandlengju norður í Hornvík á ströndum. Já. Og síðan er ég staddur hér af því að fyrir einhverjum árum, sem ég man ekki hvað mörgum, þá byrjaði ég í Gilsfirði og sem sé búinn að ganga Vesturlandið hingað. Já. Og þetta þannig að við göngum yfirleitt ekki nema bara í góðu veðri, þannig að við byrjuðum ekki bara á Vopnafirði, við erum búin að ganga samfellt, heldur byrjuðum á Akureyri og gengum þá vestur átt. Já. Og svo bara förum við eitthvað og göngum austanlands eða vestanlands eftir hvað best veðrið. Já. Þannig þetta eru svona stubbar hér og þar. Já. En við förum náttúrulega alltaf, ef ég kem á Vesturlandið, þá byrja ég aftur þar sem ég endaði síðast. Þannig að það myndast þar samfella. Já. Og svo er ég búinn að ganga aðeins í Jökulfjörðum og pínlítið í kringum Patreksfjörð og svona. Það er eftir hvar veðrið var gott og kannski ef maður var einhvers staðar í sumarhúsi þá var tíminn eitthvað notaður til að ganga. En þetta er svona í stórum dráttum. Já. Og þú fylgir svona ströndinni? Ég bara fylgi ströndinni eins og hægt er. Það reyndar ég búið með lengri part á Austfjörðum. Ég er búinn að ganga frá Bolungarvík, Breiðdalsvík og norður í Seyðisfjörð, sem er talsverð spilda líka. En ég þræði ströndina bara eins og hægt er. Legg mig ekki í lífshættu. Nei. Og auðvitað ekki hægt að ganga ströndin alls þar og þá bara förum við yfir þau fjöll sem að standa svona úti og ekki gengt fyrir. En þessi leið öll svona gengin eins nálagt strönd og hægt er. Þetta er fínt. Þetta er mikil dugnaður í þér. Já, kannski, en þetta var nú meðal annars gert til þess að ég og félagar mínir sem að göngum oft í kringum Akureyri, en hluta þessu var það að vera ekki alltaf að ganga á sama stað, kynnast landinu og ég hef svo sem ekki heyrt neitt sem hefur lagt þetta á sig að ganga ströndina og hluta þess líka það að ég mynda alla ljósmyndavél og hef myndað alla þessa leið sem ég gengið svona eins vel og kannski hægtir og eins vel og vit í auðvitað. Kannski maður ekki að mynda einhverja 10 metrar hér sem ekki sjást annar staðar. En allavega get ég fullyrt að það
sko þessi myndataka svona heildar, hún sýnir alveg ströndina. Já. En þetta nú Þetta í stórum dráttum það sem ég að bauka við á sömri stundum. Stendur hjörðin, hún þykist ei sjá, þótt ég hleypi þar hjá. Þar horfi einn kálfur mig syfjaður á. Ó, þessi indæli morgun, allt svo fallegt í dag. Sál mín af unaði